gaman að fá í heimsókn. Herri, takk fyrir þér. Þú varst að segja, miðaldra hvítur leigubílstjóri. Já. Ég myndi að hugsa sko að því að mér langaði svolítið að fara yfir þessar sögu alla. Þú veist, bara og kannski fyrsta spurningin hvers vegna byrjar þú á þessu, á samfélagsmiðlum, að svona fara að vekja athygli á þessum málaflokki og þar með ertu náttúrulega kannski að kalla yfir þig hluti sem ekkit endilega þægilegir. Nei. Sko, mér finnst alltaf svona smá kjánalegt þegar fólk spyr mig. Ég hef verið spurður, sko, alltaf því lendi viðtölunum hvort það var í Reykjavík síðdegis eða hjá Tóta vini mínum Hjartarsyni eða eitthvað, sko. Spurður þessar spurningu og mér finnst alltaf svona smá kjánalega því mér finnst bara, sér fólk ekkert að í myndböndunum mínum. En ég held að spurningi sé svona smá tvíþætt því að fólk svona, akkur byrjar á þessu og svo seinni hlutin akkur búin að fara svona langt. Þetta búið að ganga núna í 2 ár held ég. Það alveg 1,5 ár síðan að ég byrjaði að posta myndbönd á X-inu, á Twitter og planið var bara 6 mánuðir. Þetta var sko, ef maður byrjar alveg frá byrjunni þá ef við tökum bara leigubílastæði Keflavík bara góð, þetta átti við miðborgina líka og alla túristastaði en maður tekur bara leigubílastæði Keflavík sem ég hef búin að stunda í mörg ár að það fór bara allt úr böndunum strax og það verið að rúlla yfir okkur og það engin hjálp að fá frá Isavia, það ekkert starfsfólk, það engin inn í byggingunum, bara Flugstöð Eiríkssonar í rauninu bara semesklumpur. Ok, ef við tökum þetta bara lið fyrir lið, hvernig fer þetta úr böndunum? Þetta fer úr böndunum þegar það opnað fyrir að eiginlega hver sem geti bara farið að keyra leigubíl. Hver sem getur farið að keyra leigubíl, það eru sem sagt námskeið í Mjódd sem að til dæmis til að fara að reka sin eigin bíl, þá þarftu að fara að leyfishafa námskeið í viku. Ef þú hefði spurt mig áður fyrir það, þetta svona smá peningablokk eitthvað, en maður sér það núna hvað bara mikilvægið þessar námskeiða voru, því að þarna það stimplað inn í okkur, veistu, sko, leigubílabransin, þetta eru allt einyrkjar. Við erum allir einyrkjar og við þurfum að hafa óskrifaðar reglur og leigubílabransin hefur alltaf gengið út af það að það eru óskrifaðar reglur á, það flókin bransi að það þarf að vera óskrifaðar reglur á milli okkar sjálfra til að bera virðingu fyrir konum öðrum, svo raðirna gangi fyrir sig, vandræðalaust og svo það bitni ekki á þjónustu gagnvart kúnnunum, þannig að það hafa alltaf verið mjög mikilvægt í leigubílabransanum óskrifaðar reglur, en svo náttúrulega þessi námskeið og þarna stimplað inn í okkur ákveðnir hlutir og þú lærir hluti á námskeiðinu og hvernig á að koma sér út úr erfiðum aðstöðum, við lendum í alls konar og hvernig hafa gagnvart hvort öðrum, viðskipta siðferði, það kom upp alls konar aðstæður, bæði svona ágreiningu við kúnna og svo getur eitthvað farið, leiðaval getur farið eitthvað úrskeiðis og kúnin ósáttur og við þurfum að kunna að finna út úr því hvernig við leysum málin. Þú veist, oft þurfum við að gefa eftir að því að þess bara verðið orðið allt og mikið út af einhverjum mistökum hjá mér sem bílstjóra eða þetta var bara miskilningur milli kunnans og bílstjóran hvert verið að fara í raun og veru. Það eru svo mikið af hlutum sem geta gerst í leigubílum og við þurfum að kunna að finna út úr þessu og hafa þroskan til að gefa eftir þegar það þarf að gefa eftir, slá að verðinu og allt þess að það eru 1000 hlutir sem við þurfum að læra. En það sem gerir svo með nýju leigubílalögunum það að ökuskólinn í Mjódd fær bókstaflega að halda áfram í 2 ár að kenna námskeiðin á íslensku og það eru 95% af öllum sem sita námskeiðin skilja ekki íslensku. Þannig að þannig erum við bara komið menn frá allt öðrum menningarheimum sem fann að koma á námskeiðin. Ökuskólinn í Mjódd getur alveg kvittað undir þessar tölur. Ég hef séð námskeiðalistana. Það var ekki, alveg bara frá byrjun, það var ekkert af íslenskumælið í bílstjórum á námskeiðunum. En allt kennt á íslensku. Þannig að þeir sita bókstaflega upp í ökuskólanum Mjódd bara og eru líkamlega til staðar. Þetta í rauninu bara, það í rauninu bara búið að taka, ríkið bara búið að taka leigubílamerki, posa og mæli og bara afhenda fullt af mönnum frá allt öðrum menningaheimildum á Íslandi. En ef við myndum þá bara segja farðu út að keyra leigubíl. En ef við myndum þá segja á mótið mitt að nú erum við bara í þeirri stöðu að
ég fer á kaffihús hérna niður í bæ og þá eru bara alla líkur á að starfskonan eða starfsmaðurinn tala við með ensku. Já. Því það bara búið að sturtast svo mikið að ferðamönnum og þá þarf að manna alls konar störf. Já. Að þú segir, ok, einhverju leigubílstjóri sem að talar ekki íslensku, hann talar bara ensku. Og þú veist, hann mestmegnis að keyra túrista, það ekki bara allt í góðu? Jú, ég var alveg, sko, ég gammal PC þetta og allt, sko, ég var alveg, ég man bara, þú veist, ég segjum bara, þetta svona dálítið symbólist bara leigubílastæði Keflavík, það var bara allt í einum degi, var bara allt í bara helmingurinn orðin bara, það voru menn frá Afganistan og Arabar og það voru Pakistanar og frá Vestur-Afríku og það voru Sómalir og allt gott og vel að þið tali ensku, allt svoleiðis sem viðskipta sér þeirri var bara allt annað, sko. Og varðandi það að tala bara ensku, við erum alltaf að keyra mikið af eldri borgurum og alls konar fólki sem kannski ekki alltaf sleift í enskunni en þegar ég var sko, þegar ég var nýr á Keflavíkurflugvelli fyrsta sumarið, ég var alveg búin að sætta mig það þetta er bara eðlileg þróun, ég sé ekkert að því að það er komin erlendi bílstjórar, hann var fullt af íslenskum kollegum sem voru svona, það kemur að stöpi sig afbrýðsemi að það er komið samkeppni og það er náttúrulega þýðir minni vinna fyrir okkur og þannig að það var svo sem eðlilegt að það kemur einhver núningur þannig svona, en ég persónulega var alveg búin að sætta mig það að það væri að koma erlendi bílstjórar á markaðan og allt svoleiðis, en það, veist það, þú ert að tala eitt, bara já, ég siti í aftursætinu á leigubíl og mér er alveg sama þótt ég þurfa að tala ensku við leigubílstjóran, en leigubílstjóran bara ekki búin að fá neinan undirbúning. Hann bara búin að vera ég er í raun og verið að spyrja að þessu út af því að ég er alveg búin að skoða myndböndin hjá þér og mér finnst persónlega það sem þú ert að sýna, mér finnst þetta vera að sýna í raun og veru svona mikrómynd af því sem búið að gerast í innflytjendamálum, að það er ákveðið sakleysi, það sem að við einhvern veginn svona höldum að allir séu og góðir, þá er ég ekkert að segja að þetta sé eitthvað slæmi menn, en svo bara, þú veist, ég hef ferðast út allan heim og ég hef verið á aðal markaðstorgunum í Istanbúl og sko ef ég er þar, þá er bara tókað í mig þegar menn er að reyna að selja mér eitthvað þetta er bara allt annars konar kúltúr og mér finnst bara eins og þessi nánast að beita með ofbeldi en þeim finnst þetta eðlilegt og þá er það svolítið þetta, mér svona einhvern veginn pínu, ég nota bara ensku orðið naív að einhvern veginn því svo verður þetta náttúrulega ýktar og ýktar þegar þú ert komin í þessa stöðu sem ég langaði að spyrja út í með að þessi kaffiskúr er allt í norðina Moskvu og þú veist, þetta er bara miklu aggressífari hegðun og hegðunin er bara, þú veist, ef að þú gefur endalaust eftir undan aggressífri hegðun þá verður aggressífi aðilinn bara meira aggressífi og það tekur bara meira til sín. Það er nákvæmlega, sko, það er nákvæmlega það. Þess að ég var að minnast á með námskeiðinni í Mjódd, það var ekkert búið að stimpla inn í menn eitt eða neitt og ég kallaði þetta nú hana í viðtalinu hjá hann Tóta vini mér hann var nú mikið, þetta er aðrir menningarheimar, ég sagði já, þetta er aðrir menningarheimar, þeir eru bókstaflega komnir með leigubílamenninguna frá heimalandinu og fá stundað það bara í Íslandi og það er engir innviði sem að gripu inn í, fyrsta lagina klikkar undirbúningurinn algjör, sko, undirbúningurinn er dálítið vannmetinn því þarna stimplast inn í okkur svona hvernig við eigum að hegða okkur og þarna fengum við allir að vita það sama og sem að skapa dálítið sérstakka menningu hjá íslenskum bílstjórum að við elskum að klaga hvern annan við elskum ekkert meira heldur að klaga hvern annan þannig að við höfðum eftirlit með hverjum öðrum sko. Og þannig að ég þurfti að, sko, fyrstalega er ég náttúrulega, að því ég nú verið keyrt undir merkjum hreyfils, að þá er ég náttúrulega undir alveg klikkuðu eftirliti. Það er allt bara millimetra hreyfingar hjá mér eru mældar, sko. Veist hvar fer mælinn í gang og allt þetta. Og þannig að ég þarf að haga mér. Þannig að það skiptir engu máli hversu góða slæm manneski er, ég þarf að haga mér, sko. En hvað þú segir þetta með menningarheimum? Hvað er það sem er slæmt? Þú veist, ef þú myndir reyna að bara útskýra. Ég þurfti bara til dæmis, ég sjálfur, ég fór heimsókn átti góð því ég bjó í Danmörk, ég bjó Ellis í 20 ár, átti minn besti vinnur frá Bosníu og við fórum einhvern tímann til Sarajevo í 3 vikur, ég þurfti ekki að fara lengra en til Sarajevo og taka leigubíl í Sarajevo og Sarajevo er niður í dal og við bjöggum þar sem neðst í dalnum hana heima hjá móðursystir hans og
og bara að fara inn í miðbæ fyrir mig var bara flatlendi sko. En svo þurfti ég að taka leigubíl eitt skipti og það bara það var upp í fjall og það var upp í annað fjall líka og svo niður og ég skelli hlóa þessu öllu saman, þetta var svo ódýrt að skipti mig máli en þú veist þarna er ég strax komin bara einn ævintýratúr sko og ég þurfti ekki að fara lengra heldur en til Bosníu sko þannig að þú getur rétt í með þannig að En hvað það? Þú veist, ef við færi bara yfir leigubílamarkaðinu á Íslandi Já. og þú talar þessi námskeið mjótt og allt þetta. Hvað það sem orðið miklu verra núna en það var áður en þessi bílstjórar frá þessum menningarheimum komið? Það er náttúrulega bara svindlið og virðingarleysi gaf kollegunum. Þeir skilja ekki ég er ekki að alhæfa en við erum kannski að tala eins og bara fyrsta sumarinn í Keflavík 2023 þarna var bara helmingurinn kominn, ný kynslóð, Afganir, Sómalir, Vesturströnd-Afríku, kom þeim nýju leigubílamenninguna úr heimalandinu, þeir voru bara, getur bara rétt ímyndar að labba sem hvítur túristi upp í leigubíl í Nígeríu, sennilega verið að fara að plokka pening út af sko, og þetta er ferðamannaparadís hérna, þannig að við vorum bókstaflega komnir með hráa bílstjóra, það er raun og bara búið að taka leigubíl frá Sómalíu eða Pakistan, setja hann upp á eitthvað kargóskip og bara sigla honum til Íslands og sleppa honum lausum hérna. Ég veit ekki alveg hvað það sem að fólk skilur ekki að þetta átt eftir að fara úr skeið, sko. Já, mér finnst það áhugavert að því þeir sem eru mest eða þeir sem eru fljótastir til dæmis að fara að setja eitthvað rasista stimpil á þig eða þá sem eru að benda á þessu hluti, eru oftast einhverjir sem hafa ekki ferðast á þessum svæðum, sko, nú hef ég ferðast á svæðum þar sem þetta þú ert að lýsa, þetta eru bara höstlerar, og það er bara, þú veist, ég labbi inn í einhvern bíl og ég ber bara virðingu fyrir því, þetta er bara gæi sem er bara að reyna að brauðfæða fjölskyldurinn sína og hann sér að ég er hvítur og ég er bara líklega á mun hærri launum en hann og fólk í kringum hann og hann bara, þú veist, hann reynir að lesa hvað get ég hækka verðið mikið er þetta gæi sem að veit að það er verið að svindla honum eða er hann alveg blautur á baku eyrun og stundum þegar það tala við mann eins og maður sé alveg blautur á baku eyrun þá er bara verið að reyna að þú veist, rukka mann tífaldar upphæðir og þú veist, en svo leið og þeir fatta ok, þetta er gæi sem er búin að vera inn í smá tíma hann skilur þá er ég kannski bara að reyna að taka honum tvöfaldar upphæðir en það er sko Keflavík var bara dæmi Keflavíkursvæði bara fór allt í steik bara á 0-1 fyrsta sumarið þarna erum við bara menn sem að sko fyrstalega skilja við vorum búin að vera á Keflavíkurflugvelli síðan að flugstöðu Leifs Eiríkssonar opnaði í 36 ár að áreita hvern annan þarna erum við að tala ef ég tek bara Snorra Másson á þetta bara þarna voru bara hvítir bílstjórar að áreita hvern annan, að með því að hafa afskipta hvorum, við höfðum eftirlit með hvorum öðrum. Lögreglan á Suðurnesjum vissi ekki af okkur í 38 ár. Ísafía vissi ekki eins og af okkur í 38 ár. Þeir þurfti ekki að hafa afskipta á okkur. Við félagslega einangrunum þá, ef þú komst inn, flesti bílstjórar koma inn nýir, byrja með smá dólg, svona reyna að koma stuttutúrunum frá sér með að finna einhverja afsakanir. Já, nei, ég held að þessi bílalega sé að koma að sækja þig. Farðu aftur inn í bygginguna og svo kemur fólki aftur út 5 minútur seinna og sett upp í bíli hjá mér. Ég er ekkert sáttur við það. Ég hef búin að bíða hann í 3 tíma alveg eins og hinn bílstjórinn. Og hérna, þarna þetta er farið að sko þarna er þetta bara farið að vera stundað alveg sturlað, sko, það komu þarna heilu hálfu dagarna við komum ekki fólki upp í bíla sem ætla að fara til Keflavíkur og það sem enda með því að fólkin þegar þeir sendu bara stuttutúruna inn í flugstöðuna þar er engin starfsmaður búin að vera í 10 ár bara engin, það er ekki til einn einasti starfsmaður í Ísafía með reynslu að því að vera í komusalunum það er ekkert fólkana, þetta er bara semensklömpur þeir eru búin að finna leið til að reka flugstöð Leifs Eiríkssonar eins og sjálfsala það er ekkert fólkana Rekaði hvernig er þessu sjálfsala? Það er bara ekkert fólkana það er ekkert fólkana það er ekkert, þeir byggðu þetta fína upplýsingaborð í komusalunum fyrir ábyggilega 10 árum síðan með 2 flottum flughaldsskjóum eitthvað, það réðu aldrei mannesku borðið stóð tómt í 10 þannig að þegar Þetta er góður punktur, sko, því það sem ég ger oft þegar ég kem í nýtt land, þar sem ég er sérstaklega ef ég kem í lönd þar sem ég er eitthvað pínu óöruggur, þá fer maður á upplýsingaborðið á flugvellinum og spyr, heyrðu, ég er að fara inn í borgina, hvað á leigubílana kosta, eru einhverjir ómerktir leigubílar hérna fyrir utan og allt þetta og þá er oft einmitt, það er oft tvenns konar kerfi í gangi, annars vegar bara official
það sem þú veist bara að hverju þú gengur og svo eru bara einhverju höstlerar á einhverjum öðrum stað og þá er manni bara starfsmaður á flugvellinum bendir manni bara á, heyrðu, ekki fara í þá röð, sko. Ég hef oft bara komið of seint á flugvelli og það bara finna út, heyrðu, stóri flugvelli með fullt af álmum og ég bara þarf að finna út, heyrðu, hvert ég að fara maður? Og þá finnum maður upplýsingaborðið og maður fær bara upplýsingar og þannig sennilega fáir flugvellir í heiminu sem þyrfti á svona upplýsingaborðið að halda heldur en í Íslanda, því þarna kemur fólk alveg tínt og það veit að það er 45 mínútur frá höfuðborginni. Þetta er reyndar þegar þú segir þetta, ég hef aldrei pælt í þessu, þetta er mjög skrítið meðan við alla veltuna í kringum túrismann í Keflavík og hjá Isavia, að það sé ekki ráðnir starfsmenn til að vera, að því manni finnst það mjög þægilega og góð þjónusta þegar maður lendir einmitt í borgum sem maður þekkir ekki að geta spurt. Sko. Já, Keflavík, þetta er alveg makroskan þetta gengur fyrir sig, sko, og hvernig þetta fyrirtæki fær bara rekast á flugvelli, af því til dæmis fólk er aldrei óvart þegar kemur til Íslands að það er búið að átta sig á því að flugvöllin þú ert að fara á einhverja afskekkta eyju lengst í Norður-Atlantshafi, það eru þau eru búin að átta sig því að það eru 45 mínútur í höfuðborgina og það var fyrst að detta inn núna í janúar árið 2025 fyrsta skipti sem var að detta inn á heimasíðuna að það sé yfir höfuður leigubílar og almenningssamgöngur við flugstöðana. Þannig að það eru fáir flugvellir í heiminum. Ég hef aldrei notað heimasíður á einhverjum flugvellum en ég myndi segja að það er ekki margir flugvellir í heiminum það sem að fólk fer inn á heimasíðu flugvellins til að kynna sér hvaða samgöngur er á milli höfuðborgarinnar og eitthvað og það var bara núna í janúar og það var ábyggilega eftir eitthvað rand frá mér minni mig að það poppaði upp í fyrsta skipti en á heimasíðu Keflavíkurflugvallar þar hefur alltaf verið stórir nappar að kaupa flybus og svo er hægt að kaupa lúxusgullþjónustu sem eru bílar sem að kosta 2 sinnum meira heldur en leigubílarnir. Þetta er búið að vera í gangi mörg ár, en það hefur aldrei verið upplýsingar að finna almenningssamgöngur við flugvöllin og þetta var að gerast núna bara í upphafi árs, sko. Það er svo líka bara einmitt þegar maður hugsa þetta, því þú veist, þeir sem gera lítið úr þessu, þá hugsaðu sko annars vegar þetta er fyrsti snertipunkturinn við landið. Já. Og túrismin er stærsti iðnaðurinn í landinu. Já. Þannig að við viljum ekki að fólk komi og fái strax einhverja rosalega skrítna upplifun þar sem er verið að reyna að svindla í pening og það bara er mjög slæmt fyrir svona ímynd landsins og ferðamannaðina. Já, ég bara fyrst að þetta er bara óöryggi. Og síðan hitt sem er einmitt að þú veist, nú er ég, þú veist, ágætlega á mig komin kallmaður búin að ferðast til 60 landa. Já. Þannig ég er ýmsu vanur á mínum ferðalögum og ég hef einmitt lent í því að vera bara í einhverju leigubíl þar sem gæinn hann bara læsir dyrunum og neitar að hleypa mér út nefn í borg einhverja fáránlega uppæð og þá ef ég set sjálf á mig þessi spór þegar ég var að fara í fyrstu ferðalögum mín ég var kannski 25 ára eða eitthvað eða ef ég væri kona. Þú veist, þetta eru bara ókveikjandi aðstæður. Já, þú ert að koma með fjölskyldur, barnafjölskyldur og allt saman og þegar þú kemur út úr tollinum, þá er Isavia alveg skítslegt sama þig. Alveg sama. Það liggur við að tollverðinni sýni þeim bara puttan í baki þegar lappa út úr tollinum, að því þeim er sýnt svo mikil vanvirðing, það er ekki starfsfólki komisarnum, þarna er ótrúlega mikið af ferðaþjónustufyrirtækjum og leigubílstjórum að sækja fólk og til dæmis bílaleigur og hótelar að sækja fólk, en þeir eru kannski á rönninu allan tíman, sko, fram og tilbaka og fólk er búið að fá eitthvað, þið verið sótt á flugvöllunum en þau sjá ekki skiltið og eitthvað, þannig að það er ótrúlega mikið chaos, flugvöllin er þannig að annarkvort er hann alveg galtómur en hann er stútfullur og þegar hann er stútfullur þá er ótrúlega mikið chaos og það er engin starfsmaður til að róa fólk niður. Þarna koma frönsk hjón, eldri borgar hjón sem tala ekki stakt orða ensku, eru með tölvupóstinu, ekkert alveg að skilja hvað bílalegu fyrirtæki er að segja, verða þau sótt, einhver í salnum að sækja þau til dæmis og það er enginn að sækja þau af því þau eru bara að stanslega keira fram og tilbaka þannig að það koma hálftíma fresti. Það er mjög mikil óþægindi fyrir fólk að kemur í komusalunum og Isavia er alveg slett sama. Þarna væri náttúrulega bara gesturistn í Íslendinga væri bara upp á 10 eða væri bara starfsmanna. Ég get labbað þarna allan daginn eða bara allan tíma þegar komusalun tómur og bara vera aðstoða fólk. Af því þú sérð á fólkinu að fólk er alveg ringlað. Svo er hann að upplýsingaborðið, fólk stilti sér oft við upplýsingaborðið, það var aldrei neitt starfsmaður að fara að koma að annars.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.